Heyri henni Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur fréttamanni sem hérna niðri við stjórnarráð. Sæl María. Já, sæl og blessaður, við höfum staðið vaktina hérna við ráðherrabústaðinn frá því seint í gærkvöld. Ég get sagt ykkur frá því að Geir H. Haarde fundaði hérna með ráðherrum sínum alveg til klukkan korter yfir 11 í gær. Þá hélt hann heim til sín eftir langan og erfiðan dag og fékk sér nætursvefn því hann var mættur hérna eldsnemma í morgun. Þá fundaði hann með Árna Mathiesen fjármálaráðherra, Björgvin G. Sigurðssyni viðskiptaráðherra, Össuri Skarphéðinssyni iðnaðarráðherra og hann er jafnframt staðgengill Ingibjargar Sólrúnar í veikindum hennar. Og þeir fóru yfir stöðuna og þær ákvarðanir sem teknar voru í gær. Við fengum ekkert að vita hverjar þær voru frekar en fyrir daginn. Svo komu kaupþingsmenn á fundur ráðherranna, þeir Hreiðar Már Sigurðsson og Sigurður Einarsson. Þeir áttu svona klukkutíma langan fund með ráðherrunum og gengu síðan út hér inn í hús Bakkavara sem er hérna líka við Tjarnargötuna. Þeir vildu lítið segja við okkur þeir gengu að fundunum annað en það að kaupþing væri í góðum málum, það væri verið að skoða ýmsar hugmyndir það að bankarnir seldu hluta af sínum eignum líkt og lífeyrissjóðirnir eru að skoða núna. En meira var svo sem ekki upp úr þeim að hafa á þessum tímapunkti. Skömmu seinna þá mættu Landsbankamenn hér til fundarins, þeir Halldór J. Kristjánsson og Sigurjón Árnason og svo kom Björgólfur Thor Björgólfsson og hann kom hérna mjög svona í miklum flýti og bílstjórinn keyrði hérna alveg upp á tröppunum og hann tók þessar tröppur sem eru hérna fyrir aftan mig í ekki meira en 6 eða 7 skrefum. Ég held að hann hafi tekið 4 eða 5 þrep í einu. Hann var bara svo kengúra stökk hérna inn og við fengum ekkert upp honum heldur. Og síðan áttu þeir fund þarna saman og Glitnismenn komu á þeim tímapunkti líka til fundar, þannig að Glitnismenn og Landsbankamenn funduðu í einhver tíma saman þarna inni. En það voru þeir Lárus Velding og Þorsteinn Már og Þorsteinn Már sagði við okkur að Glitnir hefði síðustu mánuði verið að selja eignir erlendis til að bæta sína stöðu og honum líst ágætlega á hugmyndir þess eðlis að Glitnir komi einhverju leyti eða lífeyrissjóðirnir koma einhverju leyti inn í þessi kaup ríkisins á Glitni en það verður aðalfundur á laugardaginn eftir viku og þá sjáum við hvernig þeim málum lyktir. Ekki nema það verði eitthvað tilkynnt þetta í þeim tillögum sem að ríkisstjórnin mun sennilega kynna í kvöld eða snemma í fyrramálið. En eins og þið sjáið það stóð fréttamanna hérna fyrir utan ráðherrabústaðinn og menn ganga hérna inn og út á fundi. Þegar að Glitnismennirnir hefðu lokið sínum fundi svona rétt fyrir 12 eða eitthvað það leyti að þá komu hérna hagfræðingar, Jón Steinsson sem er aðstoðarprófessor í Kólumbíaháskóla og Friðrik Már Baldursson. Tryggvi Þór Herbertsson hefur setið þarna inn enda sérlegur ráðgjafi forsætisráðherra í efnahagsmálum og síðan hafa ráðherrarnir verið að koma hver af öðrum hérna inn núna. Þorgerður Katrín og Einar K. Kristinsson, Sturla Böðvarsson mætti hérna, forseti Alþingis og Guðlaug Þór og Björn Bjarnason. Fjármálaeftirlitið sat líka hann fund Jónas F.R. og félagar en þeir eru farnir af fundi, þeir gengu hérna út rétt áður en að ég kom í loftið. En það verður svolítið spennandi að sjá hvernig þessi dagur líður og mér finnst svona svolítið á þessu öllu saman eins og að ráðamenn hafi lokið sínum viðræðum við verkalýðshreyfinguna og lífeyrissjóðina og bankana. Því að núna eru þarna inni sérfræðingar í hagfræði, fjármálaeftirlitið ásamt ráðherrunum. Þannig að það getur vel verið að þeir séu núna hreinlega að smíða þessa aðgerðaráætlun og það verður spennandi að sjá hvort tilkynni hana í kvöld eða fyrir opnun markaða í fyrramálið. Vita menn eitthvað hvað gæti verið upp á borðinu? Erum við menn eitthvað að spekúla í þessu þarna? Nú heyri ég ekki alveg hvað þú ert að spyrja það, en ég held þú sért að spyrja eitthvað það hvað slags þessar aðgerðir verða. Við höfum ekkert fengið að vita það, en við höfum heyrt að það vanti 1600 milljarða inn í íslenska hagkerfi til að bjarga málunum og þið sjáið það að það hefur rætt það að lífeyrissjóðirnir selji kannski 200 milljarða af þeim 500 sem þeir eiga og þá er það aðeins 1/8 af þessu vandamáli. Þannig að það er ljóst að það verður eitthvað meira í þessum pakka en aðgerðir lífeyrissjóðanna og við vitum ekki hvað verkalýðshreyfingarnar og forsvarsmenn atvinnulífsins hafa verið að þrýsta á. Þannig að það verður bara spennandi að sjá. Við höfum ekki fengið nein svör. Menn rjúka bara fram hjá okkur inn í bíla og inn og út þannig að ég get ekkert meira sagt í bili. María, þú stendur þig alveg frábærlega. Þakka þér fyrir. Takk.